skoða sólina sár einfalt en það þarf þó að fara öllu með gát vegna þess að sólskoðun getur verið hættuleg ef maður kann ekki alveg til verka. Þú verður að vera með örugga sólarsíu eins og þessa hér og sólarsíur eru alltaf settar á fremri enda sjónaukans þar sem ljósopið og hún verður að vera kyrfilega föst svo hún fjúki nú ekki af í vindi eða neitt slíkt. Til að finna sólina með því að horfa á skuggann sem varpast á jörðina að þá hreyfa hann til uns hann orðinn eins lítill og mögulegt Þá lítum við gegnum glerið á sjónaukanum, hreyfum sjónaukan til, þangað til við finnum sólina, fókusum og þá blasir við okkur gullfalleg hvít sól í þessu tilviki með fullt af glæsilegum sólblettum. Ef við langar til að taka myndir af sólmyrkvanum mikilvægt að verða þessu út vandaðan og góðan búnað. Það eitt sem alveg víst, þarft á öruggri sólarsíu eins og þessi hér á að halda. Sólarsíja alltaf sett yfir fremri enda linsunar og að því á Íslandi stundum vindur þá gott að hafa teip með sér og festa síuna á myndavélina svo að hún fjúki ekki óvart burt. Sólarsíjan bara til þess að taka mynd af því þegar tunglið að færast fyrir sólina, það að segja deildarmyrkvanum. En svona 5–10 sekúndum fyrir almyrkva, þá síjan tekin af og þá getur þú fangað perlubeilís, diamantshringinn og svo þegar kórónan birtist í öllu sínu veldi og rauðbleiku sólstrókarnir þar í kring. En leið þó almyrkva líkur, þar setur þú síjuna aftur á og heldur áfram að taka mynd af deildarmyrkvanum klárast.